Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brassar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið getið líka fundið mig á Instagram og Facebook undir því nafni. Þetta er 27. þáttur og 3 vikur síðan að ég setti út seinasta þátt. Ég er búin að vera svolítið á flakki núna helgar, þannig að ég ákvað bara að taka mig smá frí og vera ekki að hugsa að koma einhverju út í loftið. Og var líka klár eitthvað, þannig að ég hugsaði bara ég geymi þetta bara og þá hef ég eitthvað meira að sýna. Talandi klár, þá er ég búin með þessa hérna peysu. Þetta er á strákinn minn. Þessi peysa er unnin bara eftir hinni peysunan, sem sagt ég hafði prjónað á hann léttlopapeysu fyrir nokkrum árum sem var orðin helsti lítil og já, ég sem sagt mældi hana bara út og gerði prjónafyrstu pröfu fyrir þetta gat, þannig að þetta er bara sama stærð, sömu mál og eru á gömlu peysunni. En svo er svolítið vandræðan svona hvað munstur ég ætti að setja á og svo lesa, en við svona komumst að því að þetta væri bara fínt. Ég var ekki heima því ég var byrjuð á þessu munstri, setti þetta allt saman og hérna var komin eitthvað hingað. Svona svolítið vel á veg og ákvað að stoppa og láta hann máta peysuna þegar ég kæmi heim. Ég gerði það og hann var svona. Þá var bara peysan komin hérna alveg upp í handveginn, svo þröng hérna, þannig að mér leist nú ekki á þetta. Þannig að ég rakti upp það sem ég hafði prjónað og prjónaði aðeins meira. Svo sett ég prjónaði nokkrar umferðir hérna bara með aðalitnum, byrjaði svo að munstrinu passaði að hafa það bara lausar prjónað og með því að gera þær ráðstafanir að þá er þetta hin fína peysa fyrir hann. Þá passar hann alveg vel. Þannig að eins gott að því ég var farin að hugsa, Jesús minn, ef ég þarf nú að fara að gera einhverja meiri tiltúrur við þetta til þess að þetta myndi passa á hann. En allavega, þessi er tilbúin. Þessi peysa er prjónuð úr Wild Wool garni frá Garn í gangi. Mjög gott garn, mjúkt og fínt og gott að prjóna úr því. Ég keypti svolítið margar hespur af því, þannig að það voru nokkrar afgangs og ég get ekki skilað því af því að mér lá svo á að vinda upp hnyklana, þannig að ég gerði það. Ég gerði bara hnykla úr öllum hespunum og hefði betur sleppt því að því ég hugsi ég hefði geta skilað kannski 2, eitthvað svoleiðis. En ég gerði þess að hnykla og þá var ég að spá í að prjóna bara barnapeysu úr því. Ég ætla ekki að setja þetta í garnstassið mitt og prjóna úr því eftir 10 árið eitthvað. Ég ákvað bara, nei, nú ætla ég bara að klára alveg þetta garn og prjóna þá bara einhverja barnaflík. Er aðeins byrjuð, fann svo meira af þessu blá af aðalitnum, þannig að það er spurning að ég reki bara upp og geri stærri stærð. Ég finn út úr því, en allavega ég ætla að gera þess að barnapeysu. Svo er önnur peysa hérna sem ég er að klára og ég er búin að vera að prjóna hana í allt sumar. Ég er eiginlega búin að fá nóg af því að prjóna hana, en það hafðist. Og þetta er úr Holst-garni, líka frá Garn í gangi. Þetta er peysa sem er með svona vaffhálsmáli, prjónuð öll í stykkjum og þá átti að sauma sem sagt framstykki saman á réttunni. Það er að segja að með aftursting átti að sauma hérna eru framstykkin, þá átti að sauma það frá réttunni, þannig að saumfarið átti að koma svona, ég get eiginlega ekki sýnt þetta, það átti að koma svona út. Ég var búin að gera það. Fór svo í peysuna þegar ég var búin að setja hana svona nokkurn veginn saman og var bara ekki að gútera þennan frágang. Þannig ég rakti það upp
og það er nú ekki það skemmtilega sem að gera, það er ekki upp aftursting í prjónleysi, en ég hafði það af. Þegar ég mátaði hana, þá fannst mér hún vera svolítið með vítt hálsmál, vaffhálsmálið, það náði svolítið langt niður og hálsmálið væri allt svolítið svona í víðara lagi. Ég ætla svona að finna þess út, hugsa málið og sjá hvernig þetta mun koma út og ég vil gera einhverjar lagfæringar. Þannig ég verði ánægð með þetta. Þannig að þetta fann nú ekki að leka niður af öxlunum eða eitthvað svoleiðis. En stærðin og allt það er í fínu lagi. Svo er ég með aðrar sem að ég hef sagt frá áður. Það er peysa þar sem ég er að nota svona gatni sem ég á Við munum eftir því. Þetta er svona bláir tónar sem að ég er að nota í hana og alltaf þennan gráa holstgarðsþráð með. Ég hafði byrjað á henni og hún varð svolítið röndótt og ég var ekki sátt með það, þannig ég rakti það upp og svona byrjuð sem sagt aftur og ég er miklu sáttari með þetta. Mér finnst þetta koma bara vel út svona. En ég lagði hana svolítið frá mér af því að ég vildi klára þessar tvær sem ég var að sýna á þann. Þannig ég hef ekkert prjónað í þessu í svolítinn tíma. Og svona að spá ég líka, mér vantaði prjóna, ermaprjóna og svona búin að redda því, þannig ég ætti að fara að geta unnið áfram í þessari peysu. Ég er svona að reyna það núna að klára það sem ég byrja á. Ekki henda þessu út í horn og gleyma þessu, heldur vera að klára það sem ég byrja á. Talandi um það, þá var ég niðri daginn og ég sat og var svona að kíkja á það sem ég væri svona með hálfklárað eða eitthvað og skrifaði niður og þetta er allt sem alls konar verkefni sem ég byrjuð á og verið að vinna og þetta er bæði prjónað, útsaumur, vélsaumur og svona sittlítið af hverju þannig að ég má hafa mig alla við að vinna, en ég er búin að strika hér yfir 3 hluti. Þannig að það er ágætt. Svo bara halda áfram. Ég er búin að vera svolítið mikið að prjóna í sumar. Ég hef ekkert setið mikið niður á vinnustofu og verið að vinna til dæmis í vélsaumi eða einhverju. En nú ætla ég að breyta til og vinna svolítið meira í útsaum og í vélsaum. Það er alveg komin tíma á það að hvíla aðeins prjónið, sitja þá bara yfir sjónvarpinu með það. Í hverju er ég? Ég er í gallaskyrtu sem að ég sýndi öðruglega daginn og var eitthvað að spá í að ég ætla að fara eitthvað að sauma út í hana eða gera eitthvað svona við hana, setja einhverja liti. Ég er búin að því. Ég er sem sagt, ég ætla að byrja á því að sýna í bakinu. Þar fór krosssaumsstykki sem að ég var að vinna núna fyrir nokkrum vikum og ég setti það, saumaði það bara á og á vasalokið og aðeins á framstykki gerði ég svona fræhnúta í litunum sem að eru í krosssauminum og svona smá á kragann. Ég er ekkert viss ég geri eitthvað meira, ég get þá alltaf bætt við ef mér finnst þurfa meiri útsaum. Ég fór til Vestmannaeyja seinustu helgi og ég heimsótti til tengdó. Tók með mér krosssaum Karolínu, pakninguna sem ég keypti núna í vor, svona krosssaumspakningu. Ég hugsaði, ok, nú ætla ég bara ég tók ekkert mikið af einhverju prjónadóti með mér, nú ætla ég bara að vera að sauma út og eitthvað svoleiðis. Svo fór tengdamamma að tala um það að hana vantaði einhverja handavinnu, hvort ég hefði einhverja hugmyndir hvað hann ætti að gera. Og þá sýndi ég henni krosssauminn sem ég var með og spurði hvort hún væri ekki bara til í að sauma þetta fyrir mig. Og hún var svona, jú, hún gæti nú alveg prófa það. En fannst það nú samt svolítið skrítið að vera að taka svona verkefni frá mér.
En ég sagði bara að það bara myndi hjálpa mér ef að hún myndi vinna þetta fyrir mig. Og svo geti ég þá bara sett þetta upp í púða eða hvað ég myndi gera við þetta. En allavega ég hefði alveg nóg af öðrum verkefnum. Þannig að hún væri bara að gera mig greiða ef að hún myndi sauma þetta út. Ég veit að ég var að enda við að segja á þann að ég ætlaði að leggja meiri áherslu á að sauma út og í vélsaum og minnka aðeins prjóni hjá mér. En svo sá ég bók sem ég hafði tekið af bókasafninu, fór að fletta henni í gær og það er þessi heitir Making og sá þar 3 hluti sem að mér líst svo ljómandi vel á. Það eru vettlingar sem eru svolítið sérstakir. Það er þessi húfa sem ég langar að prófa og það er þessi peysa. Ég ætla svona spá í hvort að ég geri eitthvað af þessu eða kannski allt þrennt núna í vetur. Það kemur í ljós. Ég veit að ég ætla að hætta að prjóna peysur á mig en mér finnst þetta bara svo flott peysa. Þannig að það er spurning hvað ég geri. Það er svolítið skemmtilegt með þessa bók að allt sem er, öll verkefni sem eru eru unnin í þessum lit, í þessum sinnumskula lit. Og það er svona að verða eiginlega einn af mínum uppáhaldslitum. Þannig að þetta kallar svolítið til mín. Þá er þetta kannski ennþá meira spennandi að gera þessi verkefni því að mér finnst þetta svo fallegur litur. En þetta er eitthvað sem að ég er svona alveg til í að spá í. Sérstaklega vettlingarnir og húfan. Það er svona minni verkefni og mér langar að prófa. Ég var sem sagt í Vestmannaeyjum núna seinustu helgi og við tókum rúntinn eyjarnar og sáum þá þessar fínu ruslafötur víðsvegar bæinn og það var búið að mála þær. Það var búið að setja svona fígúrur og svona ýmislegt á, gera það svona skrautlegar, þessar tunnur. Og ég fór svona að tékka á þessu, að lesa mig til þetta, tók myndir af þeim nokkrum sem ég ætla að sýna núna, á eftir. En þetta eru þessar stelpur, 3 stelpur, systur og frænkur, Ísabella Maj, Saga og Guðný Emilíana. Þær máluðu þessar tunnur og eru búin að vera að gera það held ég núna í 2 sumur á vegum Vestmannaeyjabæjar. Og þetta er alveg svo skemmtilegt og allar upp á sitthvorn mátann. Það er skemmtilegra að henda ruslunni í svona tunnu heldur en bara þessar ljótu grænu tunnur sem eru allar eins. Þannig að við fórum í svona myndavélarúnt og í leit að tunnum og ég tók held ég 13 myndir. Þegar ég var á leið til Eyja með Herjólfið að þá hitti ég konu þar sem ég fór að spjalla við sem býr í Vestmannaeyjum. Hún heitir Mathilda María Eyvindsdóttir Þórshamar. Við kynntumst þegar ég bjó í Vestmannaeyjum og höfum alltaf svona spjallað ef við rekust á hver aðra. En þarna höfðum við svolítið góða stund svona til þess að spjalla. Ég hef séð á Facebook-síðun hennar svona verk sem hún hefur verið að vinna og svona, þannig að ég fór að spyrja hann eitthvað um það og svona bara að spjalla um hvað hún var að vinna. Hún fór að segja mér að hún væri komið í vinnustofu ásamt fleira fólki. Og ég var svolítið spennt að fá að sjá það
Þannig að við mæltum okkur mót daginn eftir og þetta er sem sagt hús sem Vestmannaeyjabær á og þau hafa, listafólkið hafa þarna 2 hæðir og það er mismunandi hvort það er ein manneskja með herbyggi, vinnustofu eða hvort það er 2 og allt upp í 5 held ég sem eru saman. Við gengum þarna og hún sýndi mér inn í nokkur herbyggi sem voru opin og svona þannig að, og mér fannst þetta alveg brilljant. Svo þegar við vorum komin sem sagt að hennar vinnustofu og hún var svona aðeins búin að sýna mér og þá spurði ég, heyrðu byrju, má ég ekki bara taka viðtal við þig? Af því að þegar ég var að fara á stað með þessa YouTube-rás mína að þá var það svona í kollinum að ég gæti kannski líka verið að svona fara í heimsóknir eða fá til mín einhverja sem er að vinna að handverki. Þannig að ég gæti sýnt frá hvað aðrir eru að gera. Af því að það er svo mikið af fólki þarna úti sem er að vinna að alls konar handverki sem er svo fallegt og margs konar. Hér kemur sem sagt fyrsta viðtalið af vonandi mörgum. Ég er stödd hérna í listahúsinu í Vestmannaeyjum. Hérna er ég fram á gangi á 3. hæð. Fullt af vinnuherbyggjum, vinnustofum hérna og ég ætla mér að fá leyfi til þess að sýna seinna inn í vinnustofurnar. Ég vil ekki fara núna óboðin þangað inn. En ég er hérna hjá henni Matthildu og hún er með eina vinnustofu hérna sem við ætlum að fá að kíkja í. Hún er búin að vera að sýna mér hérna alla aðstöðuna. Og hérna kemur hennar vinnuherbyggi. Alveg draumur í dós. Það er svona sjá betur. Já. Svo hefur alltaf taka mynd af myndunum. Já. Og þú ert búin að vera hérna hvar? Í 2 ár, sagðirðu? Það verða 2 ár, já. Og þetta er þróunarsetur og viska sem áhúsnæðið og þið leigið þá af eða Vestmannaeyjabæ eða hvað það er. Já. Og hér hefur bara hver sína vinnustofu. Já. Og eins og þið sjáu þá er hún Matthilda mikið í endurnýtingu. Hér er fullt af efnum og gömlum lopapeysum og hún er að gera svona frábær verk sem er hérna svona efniskolas. Getum við ekki kallað það? Jú, Matthilda? það er verið að finna nafn yfir það. Já. Allt. Það glampar svolítið en við lætum þetta sleppa. Sjáum við hérna dítilana og þakið hérna. Úss. Þetta er bara æði. Algjör listamaður. En þetta, þú ert sem sagt aðalega að gera þá svona myndverk í þessu, er það ekki? Aðallega, já. Jú, en svo tek ég líka rosa mikið hérna lopapeysur og sem lúffur. Já. Og gerir lúffur úr þeim, já. Já, og taskur úr hérna útsaum. Já. Og svo hef líka verið að gera skartgripi úr leðri. Já. Ok. Og úr herrabindum. Já. Og svo prjónar rosalega mikið. Já. Og ég get staðfest það því ég er búin að þekkja Matthildi í, hvað er það, 25 ár eða eitthvað svoleiðis. Allavega það, frá því að ég bjó hérna. Að hún prjónar rosalega vel og upp á færeyska mátann og þú hefur alltaf haldið því. Já. Og ég man einhvern tíma þegar þú varst komið svo með þína stelpu litlar að því ég kenndi handaðunni hérna. Og þú alveg bara, þú kennir þeim ekki á íslenskan hátt. Ég var búin að kenna henni. Þú varst búin að kenna henni þarna og hún fær að halda því. Ég alveg, já, ekki vandamáli. Og hún gerir það ennþá. Er það ekki? Jú. Já. En heyrðu, hérna er, þú vinnur þetta sem sagt aðalega hérna á straupborðinu, er það ekki? Straupborðinu og saumavélinni, jú. Já. Þannig að hér setur þetta saman og notar flís og fix. Já.
og hún er búin að strauja flísofixið á efni og klippir það síðan út, þannig að hér eru alls konar afgangar hérna, sem að bara bíða eftir því að fara í næsta verk. Og það, þegar maður er að gera svona myndir, þá þarf maður fullt af tvinnum, alls konar litum. Alls konar litum. Ég ætla að útbúa mér eitthvað til að setja tvinnana á. Já, þannig að þú sjáir. Ég ætla að gera eitthvað sem ég endurnýti. Ég ætla ekki að kaupa eitthvað, Já, ég ætla að búa eitthvað til. Einmitt. Frábært. Og svo náttúrulega skerðu hérna á allt það. Já. Svo er hérna frammi að þá er svona smá Svona til að selja. til þess að selja og sýna. Hérna eru skartgripirnir sem þú varst að tala um. Já, og leðri. Leðri og perlur og svona. Þetta er herrabindi. Og hérna eru úr herrabindum. Svo færðu gamlan útsaum, Já. safnar því eins og ég. Já, safna því eins og enginn væri morgundagurinn. Nei. Og þetta eru gallabuxur. Og þetta eru gallabuxur. Ekki að segja það. Og þetta er gardínu Já, band. einmitt. Ég reyna að nýta eins mikið og ég get, en stundum verður maður að kaupa nýtt. Já, akkurat. Eins og böndin hérna. Þau panta ég á Ali. Já. Nei, ekki þessi, ég er að ljúga. Ég keypti þessi þegar hún lokaði þarna Virka. Já, Þá keypti ég heila rúlu af því. já. Og þetta er svaka stór taura. Já, En ég kalli þetta alltaf taurur. já, þú má kalla það sem þú vilt. Og svo er þarna önnur. Þessi rauða hérna. Já, þessi rauða. Þetta er svona... Frábært. Keypti þetta á netjumarkaði Já, fyrir ekki mikið penning. nei, einmitt. Þess vegna get ég haft þetta ódýrt. Efniskostnaðurinn er nær engin. Já, Dúkana fékk ég gefins já, og já. En þessar töskur, þetta er jakki, dúkur og jakki. já. Og svo er það lúfurnar sem Svo ég eru sel lúffurnar. mikið af. Já, Ég sel þær í Unu á Hvolsvelli. já. Og þetta er úr sem sagt gamlum lópapeysum Já. og svo fóðrað með flís. Já. Svo er þetta er suma þekkimaður, þetta er peysan hans Pálma Stórhöða, heitins. Já, einmitt. Já. Svona suma peysu veistu hvaðan Já, koma. suma þekki ég. Já. Og þessar lópapeysur sem eru hérna fyrir neðan, er það eitthvað sem þú átt eftir þá að vinna úr eða þetta sem Nei. þú ert búin að prjóna? Þetta sem ég er búin að prjóna Já. til sölu. Já. Já, þetta er náttúrulega svona Sýnis og sölu. já, svona hillur, já. En hitt var þarna inn á vinnustofunni, Já, auðvitað. já. Svo eru hérna þessi fínu, hvað segir maður, ungbarna Heimferðarsett. heimfarasett. Það er hvað þetta er fallegt. Hún er alveg þekkt fyrir það hérna í Vestmannaeyjum að prjóna heimfarasett. Við Matthilda við kynntumst þegar var galleri hérna, galleri heimalist í Vestmannaeyjum og hún sá að prjóna hérna heimfarasett og það, konur komu, ekkert konur, fólk kom hingað til þess að koma í galleri til þess að kaupa sett fyrir komandi barn. Já. Hefurðu nokkra tölu á hvað þú ert búin að prjóna mörg? Nei, það veit ég ekki. Er það nokkuð? Nei, Ha, nei, það hef ég ekki hugmynd um. Nei. En ég hef skrifað niður lópapeysurnar. já, Þær eru komnar upp í 280 og eitthvað. já, Ég fór svona, þú veist, ég skrifaði allt niður þegar ég var í hinu galleríinu. já, Og ég fór bara yfir það og svo hef ég bara verið að bæta við. já, einmitt, Þetta er, já, 283 já. eitthvað svoleiðis. Og þú hefur líka verið að búa til því munstur sjálf í lópapeysunum og svona. Já. Er eitthvað hér sem ég á? Já, þetta. Af því ég fylgst með þér á Facebook og það hefur verið að koma, já, Þetta byrja ég til. fallegt.
Og þarna seturðu, byrju maður aðeins, fá þetta aftur. Þetta Þarna gatni, seturðu, nei, gatni er bara svona. já. Keypti þetta í handprjóna og í hérna Hafnarfirði. Já, ok. Já. Svo finnst mér líka of gaman að, eins og ég, nota allt. Já, Þessi hérna, þetta er bara móher sem ég er búin að liggja í mörg ár inn Já. í skáp hjá mér. já, Og alls konar afgangar. já. Og þá lopaafgang, eða þú veist, Og já, og svo Já. nota ég líka lopaafgangana, já, til dæmis. einmitt. Frábært. Þetta er léttlópi. Má sjá, ermarnir er ekkert endilega eins, nei. Nei. Bara, Þetta þarf ekkert eitthvað að vera sama, nei, alls ekki. frábært. Ég reynir samt að hafa stroffin eins, Já, en ekkert alltaf. nei, einmitt. Hörðu, frábært. Svo bara, hérna, eins og ég segi, þá langar mig að sýna frá líka henni. Ég er búin að labba svona, við erum búin að ganga saman hérna svona, sirka helminginn. Og ég er búin að fá að kíkja inn á vinnustofunar. Og þetta er svo spennandi og þetta er svo skemmtilegt. En ég vil ekki fara inn óboðin, þannig að ég ætla að biðja Matthildi um að fá leyfi til þess að ég svona labbi hérna aftur seinna með henni og fá að taka upp og sýna. Það verður örugglega ekkert mál. Nei, en ég vil bara fá leyfi á undan. Skiljanlega. Já, og hérna, og ég er bara abbó. Mér langar í svona vinnu, þú veist, að geta verið saman. Já. Það hefur svo mikið að segja. Er það ekki? Jú. En sem ég sagði við þig áðan, sko, eftir að, ég er náttúrulega dátt út af vinnumarkaði og búin að vera í nokkrum galleríum. Eftir að síðasta galleríið hætti, þá er ég farin að vera bara heima á náttfötunum Já, einmitt. og var á leiðinni niður. Já, Svo fékk ég tækifæri til að vera hérna já, og þvílíkt annað eins bara að, þú veist, já. koma að hitta fólk Já. og Þið hittist alltaf einu sinni í viku, sagðirðu á veturnar, Já. fastan tíma og svo haldið þið sýningar saman Já. sem að frú Matthilda hefði aldrei gert hérna fyrir nokkrum árum síðan. aldrei. Þannig að þá ert þú að koma þínum verkum líka þá meira og bara gaman að geta sýnt Já. og selt, það er nú ekki Já, verða. það er ekkert verri að selst. Nei, einmitt. Frábært, Allavega að fá fyrir leigunni, það væri fínt. algjörlega. Já. Já. Eins og segi, nú bara þarf ég aðtöku hvort að minn heimabær get ekki gert eitthvað svona. Já, segðu. Mér langar í svona, heyrðu, bara takk kærlega Matthilda Ekki mál. fyrir þetta Alltaf velkomin. og ég kem aftur. Ég skal tala við þær. Þá, einmitt. Já. Já, Já, frábært, já, Það er náttúrulega nokkri kallmenn já, hérna. einmitt. Heyrðu, æðislegt, takk Ekki fyrir. máli. Já, það var gaman að fá að sjá þetta hjá henni Matthildu og flottir hlutir, flott verk sem hún er að vinna að. Á ferð okkar húsið að þá sá ég svo margt sniðugt og fallegt og mér langaði svo að taka myndir af því eða sýna ykkur eitthvað af þessu sem er verið að vinna þarna en vildi ekki gera það nema að fá leyfi og talaði það við Matthildu og hún sem sagt og þá vorum við að spá að ég myndi þá kannski bara í næstu ferð minni til Eyja fá kannski einhverja aðra til að tala við eða allavega að fá að sýna sem sagt frá einhverjum öðrum vinnustofum og hún er búin að hafa samband við